Já, komið sæl. Það voru góðar skúradembur sem gengu hér inn á sunnan og vestanvert landið í dag og hér er unni hellidembu þegar það fóru yfir. En það var öllu betra veður bæði á norður- og austurlandi, bæði sólríkara og hiti fór hæst í 19 stig rúm 19 stig á Egilsstöðum í dag. Er unni líkt og í gær. En það er lítið hreyfing verið á veðrakjarunum hjá okkur og við erum hér með nokkuð kunnulega stöðu. Það séum við með lægð hér vestur af landi og skúrunar er að koma hér suðvestan úr hafi. Og það er lítið með breytingar hjá okkur til morguns. Við sjáum að við kerum hreyfmyndin á stað, að lægðin hún heldur kerur fyrir og staðan því áþekk á morgun. Við búið að halda áfram með þetta dembu bæði hér sunnan og vestan til á landinu en ætti að vera þurrt og bjart og hlýjast á norðausturhorni landsins og það geti jafnvel náð alveg suður á Höfn til að mynda. En það sem að veldur nú þessu skúraleiðingu hjá okkur er þetta kalda loft sem er að koma hér úr suðvestri og það er unnið dálítið langt í eitthvað svona almennileg hlýindi. Vel hlýtt loft hér yfir Evrópu sem og Norður-Ameríku en það er svona verður allan eitthvað bið á því að við fáum slík hlýindi til okkar en við lítum aðeins nærð og sjáum hér klukkan 18 þessar skúraleiðingar sem voru bæði sunnan og vestan til á landinu náðu svona í einstaka tilfellum norður yfir heiðar og þá sérstaklega inn á Norðurland vestra og ef við keyrum hreyfimyndin á stað þá sjáum við að það er svo sem lítið að breytast í þessu, vindur almennt séð af suðri þetta 5-10 metrar á sekundu og fram til klukkan 15 á morgun og þá verður staðan mjög áþekk áfram og klukkan 15 verður þetta þá þessa leið hiti svona almennt séð nærri 10 stigum hér sunnan á vestan til á landinu en getur vantilega að fara í þetta 18-19 stig þar sem er best lætur á norðausturhorni landsins og það ætti einnig að vera svona bjartasta veðri heilt yfir á morgun. Og fram til miðvikudags að þá fer svona aðeins að draga úr svona þessum óstöðuleika. Við fáum vissulega skúrir nokkuð víða vestan og norðan til á landinu fram til degi á miðvikudag. En síðan munu skúruna smá saman hjaðna þegar líður á miðvikudagskvöld. En það er orðið róleita veður hér miðjan dag og miðvikudaginn. Og bjart veður víða land svona fyrir utan þessar örlitlu skúrir sem geta fallið og ágætis veður svona heilt yfir og hiti svona 10-15 stig en fer væntanlega svona aðeins nokkrum gráðum umfram það hér austanlands líkt og verið hefur núna undanfarandi daga. Og það sem aðeins að breytast hjá okkur veðrið þegar við komum nær helginu og strax á 50 daga þá kemur lægð hér upp á milli Íslands og Færeyja og það þýðir að við fáum norðlæga átt yfir okkur og það getur verið alltaf biti í netan þegar líður á 50 daginn og föstudaginn. Við sjáum hér klukkan 15 á 50 daginn og það er rigning víða austan til á landinu, síður hér vestarlands og erum í framhaldinu þá á föstudaginn okkur áþekk staða, skúraleiðingar þá á föstudaginum norðarlands en sem munu sína hjaðna þegar líður svona að kvöldi á föstudag. En hvað varðar veður út í heimi þá er hæðasvæði hér yfir sunnanverðri Skandinavíu og fínasta veður víða á Norðurlöndunum og jafnvel enn víðar í Evrópu þegar við skrifum hér til suðurs. Þó miklar skúraleiðingar hér bæði í Alpalöndunum og Balkanska og Ítalíu, þar er jafnvel búist í þrumuveðri á morgun. En þegar við förum síðan aftur til vesturs og þá er fínasta veður á Íberíuskaganum, hittir svona almennt séð í kringum 30 stigin en svo farin að slaga í 35-40 víða inn til landsins á Spáni. Ágætis veður á Íberíuskaganum á morgun, á Kanaríeyjum, við sjáum það hér 20-25 stigi hiti, sól að mestu leyti og lítið úrkomu og ef endur síðan yfirferðina hér í Norður-Ameríku þar sem að hitatölur á víðábilinu 35-40 stig hér í Suðurríkjunum og verið viðvarnir þar í gangi og þrumuveður síðan hér hugsanlega á Flóridaskaganum sem og við vatni miklu. En segjum þetta gott að vera í dag. Verið sæl.